Já, velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum í kvöld að bara ræða ástandið í stjórnmálunum. Það er svona hasar í kringum ríkisstjórnina, mikil sveifla hjá fólki almennt. Fólk tekur nærri sér Íslandsbankamálið, segir þeir sem fara í heitupóttana og út á meðal fólks. Ótrúlegt hvað andúðin á þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, Bjarna og Bankasýslunnar er útbreitt. Til þess að ræða þetta þá höfum við fengið hingað álitsgjafa, Mörð Árnason og Birgittu Jónsdóttur. Og svo er von á Davíð Þór Jónssoni sem stökk heim að ná sér í headset til þess að við heyrðum betur í honum. En við erum sem sagt að velta þessu bara fyrir okkur. Ef ég má byrja þér, Mörður, hvað er þetta stór svona krísa? Ég er svona, mér finnst gaman að skoðanakönnunum og maður sér sko meiri sveiflu núna heldur en maður séð áður. Maður sér Sjálfstæðisflokkinn neðar heldur en hann var eftir hrunið, neðar heldur en hann var í Panamaskjölunum. Ég hef aldrei séð neinn íslenska stjórnmálamenn mælast jafnt illa og Bjarni Benediktsson gerir núna. Það eru 71% af þjóðinni treystir honum ekki. Ég held að þegar Nixon flaug frá Hvíta húsinu eftir að hafa sagt af sér að þá hafi 66% Bandaríkjamanna ekki treyst honum. Þannig að Bjarni er með lakari stöðu heldur en Nixon þá og þá voru 22% Bandaríkjamanna sem að treystu Nixon þótt að hann væri búinn að segja af sér. En það eru bara 18% Íslendinga sem að treysta Bjarna. Hvað er þetta stór krísa fyrir ríkisstjórnina? Ég veit ekki. Þetta er alveg rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega aldrei farið neðar í könnun. Nú má segja eins og Bjarni gerir að það er hægt að velja náttúrulega tíma fyrir kannanir sem er ákveðnum flokkum óhentugur og það er auðvitað klart að það er það hjá Bjarni, en það hefur verið að frá því þetta byrjaði, þannig að það er ekki, veit ekki hver á að gera skoðanakannanir þegar þetta stendur. Auðvitað bíða menn núna kannski í þessu dæmi eftir Gallup-könnuninni af því að þessar kannanir mæla punktinn, en Gallup-kannanirnar mæla meira, mæla heila mánuð. En ég verð að segja Mörður að því að ég var nú að kynna mig sem áhugamann skoðanakannanir að punktkannanirnar eru eiginlega miklu sniðugri. Það er mæla bara afstöðuna á einhverjum tímapunkti. Gallup er að mæla yfir langa tíma sem er tími sem er aldrei til og verður aldrei til og hefur aldrei verið til. Þannig að ég veit ekki, ég hef aldrei skilið af hverju fólk tekur meira mark á Gallup. Ég bara skilja það er ekki meira mark á það, en það er bara það er öðruvísi að marka það. Til dæmis upp á að menn er að tala hvað áhrif hefur þetta á næstu kosningar á 2025, þá náttúrulega er þetta ekki, þá er ekkert að marka það með miðað við þær kosningar, hvað áhrif hefur þetta á sveitarstjórnarkosningar, það vitum við ekki. En punktkönnunum núna, alveg rétt að taka eftir henni, hún hefur aldrei verið Sjálfstæðisflokknum verri og Framsókn fer líka niður sem að þótti vera í sókn, en töldu að vera í sókn og VG í síðari könnuninu að verið 2, er sko komið niður fyrir 10. Og það hefur ekki gerst mjög lengi hjá VG. Og þetta er náttúrulega mest áfallið hjá Sjálfstæðisflokknum og síðan hjá VG. Nú hvað er þetta? Þetta er auðvitað ekki stjórnarkreppa. Stjórnarkreppa er hugtak sem við notum með mannmál það þegar ekki er þegar illa gengur að mynda stjórn. En þetta er kreppa í stjórninni, í stjórnarsamstarfinu og í svona gangi stjórnarinnar. Og ég held að þetta svona sé áfall sem á eftir að marka þessa ríkisstjórn hvað sem hún setur lengi. Þetta sé svolítið þannig. Þetta sé svona begla sem að mun fylgja þeim. Þegar þú ert búin að tapa trausti, þá er svolítið erfitt að vinna það tilbaka eins og frækt er. Og þú ert að segja þetta sé þannig. Þannig að Bjarna, hann fer þannig langt niður, menn líta þannig á hann, hann hefur ekki, teflonið er farið, það er svolítið þannig. Og hjá Katrínu, þá er það, hún hefur náttúrulega lifað, fyrst var þetta var ný stjórn og þá var eitthvað hægri, vinstri, milli nýtt módel sem hún var að búa til og menn voru svona okkarlega sáttir við það, bara keyra þetta þannig áfram, þá fara menn ekki oflangt til hægri og ekki oflangt til vinstri, var svona eftir 2017. Og síðan það sem hefur gerst er það að Katrín hefur átt bara mikið pólitískt kapital og það felst í því bara í hennar vinsældum og því að hún þykir gáfuð og hún þykir skemmtileg, svona nýr stíll. Nú hún er náttúrulega ekki nema önnur konan sem er forsætisráðherra
og svo framvegis og núna hún bara að missa töluvert af því. Það bara þannig. Það sér maður bæði þessum konunum og líka á ummælum, þá ég ekki að tala þá sem að hafa bara menn sem að studda hana áður og eru núna að tala hana. Ég nefni dæmið Eiríkur Rögnvaldsson sem var á Facebook daginn og sagði frá því þegar hann var á lista sem birtist 2017, miklum lista, alls konar fólk sem studdi Katrínu til að vera forsætisráðherra. Það studdar ekki endilega í kosningunum og Eiríkur sagði frá því að hann hefði ekki greitt henni atkvæði í kosningum, en hann hefði viljað vera með í þessu, hann væri það ekki lengur. Og ég held að maður líka að taka mark á einstökum dæmum eins og þessu. Þannig að vinnur Katrín þetta inn aftur, ég held að það sé ekki þannig. Ég held að það sé það þarf þá að vera eitthvað stoppóttætt sem gerist. Hún hafi störtað niður pólitískri innexinni til dæmis í Kastljósinu þegar hún var að reyna að vera að bjarna. Já, ég held að. Birgitta, byrjum á þér í náttúrugróðu. Hvað er þetta stórt? Er þetta stórt, mikil vandræði fyrir ríkisstjórnina? Getur þetta haft miklar afleiðingar? Eða er þetta bara eitthvað sem að líður hjá? Þetta mun ekki líða hjá. Það er alveg á hreinu. Og út af því að og það er eiginlega með ólíkindum að Bjarni sé ennþá fjármálaráðherra. Ef maður bara lítur tilbaka á til dæmis Panama-skjölin og svo margt annað. Það er ekkert langt síðan að faðir Bjarna varð honum til vandræða og ríkisstjórnin féll sem var á milli Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar og Bjartrar framtíðar út af pappans Bjarna. Þannig að við sem kannski höfum setið þarna inn í Alþingishúsi og upplifað hvað þetta er oft mikið leikrit og hvað er svona reynt að láta hlutina líta vel út og því hvað er að gerast svona innan búðar að þá held ég að það sé mikil ósætti í ríkisstjórninni og ég held að eins og Mörður benti á að Katrín hún hreinlega strokaði út bara sitt pólitíska líf með því að verja þessar gjörðir. Því að fólk er það hún er ennþá, ef maður tekur mælinguna Birgitta, þá er hún svona eins og góður framsóknarráðherra á eftir. Hún var náttúrulega með sérstaka stöðu, einstaka stöðu. Nú er hún svona orðin eins og bara Lilja Alfreðs eða eitthvað. Já, það er náttúrulega ástæðan fyrir því að henni var treyst fyrir forsætisráðuneytinu og til dæmis að við vorum á sínum tíma í stjórnarmyndunar viðræðum og við hefum getað gert tilkall til forsætisráðuneytisins og þá lagði ég mikla áherslu á að hún myndi vera forsætisráðherra. Bara út af því að hún er ágætis verkstjóri og hafði mikið svona traust út í samfélaginu. En það er ekki bara þetta, svo margt annað sem búið verið í gangi, líka svona hvernig var brugðist við hinum rasísku ummælum framsóknarformannsins. Þetta er búið að vera svona frekar vandræðalegt fyrir Vinstri græn að einhvern veginn þurfa að verja bæði formann Framsóknarflokksins og formann Sjálfstæðisflokksins. Og ég held að margir sem eru í Vinstri grænum séu ekki ánægðir og fyrir utan náttúrulega það er svo margt annað sem að Vinstri græn hafa þurft einhvern veginn að bakka með og þau eru miklu veikari stöðu í raun og veru í ríkisstjórninni núna en þau voru áður. Það er miklu minni tækifæri til þess að hafa einhverja áhrif á breytingar í samfélaginu og ég skil ekki alveg af hverju er í þessu ríkisstjórn. Nei. Herðu Davíð, ég ætla að vera með hvað þetta er svona stórt mál. Þú fórst í ræðupúlt á Austurvelli og talaði gegn þessu. Og einhver leiti það að þegar listin birtist að þá var bylgja sem gekk samfélagið og það gerir stundum. Það er náttúrulega Samherja þátturinn, náttúrulega hrunið. Það var líka yfirlýsingin stuðning við innrás í Írak sem ég man eftir að var alveg fór svona bylgja yfir sem að talandi að klára pólitíska index sína sem ég held að hefur bara gengið frá pólitíska index Davíðs Oddssonar. Hann var ekki samur á eftir. Hann hafði ekki sem getuna til að ná málum í gegn þess að hann naut ekki sama traust og árið síðar að þá hraktist hann eiginlega í burtu með fjölmiðlafrumvarpi sem dæmis.
Kannt þú að meta það, Davíð? Hvað er þetta stórt mál, Íslandsbankamálið? Sko, það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn að reyna að humma þetta fram með þessu. Við viljum ekki tala þetta, látum þetta bara sjatna, látum ríkið bara setjast. Það það sem þeir að vona og að mótmælendur bara missi dampið. Að setja, þegar þetta sett í samhengi við aðra skandala, þá finnst mér þetta töluvert mikið stærra af því að spillingin svo augljós, hún svo grímulaus og það svo blóðugt til þess að hugsa að þeir héldu að þetta þyrfti ekki að komast upp. Þeir héldu þegar þeir tóku þessar ákvarðanir að það væru ekki opinberar upplýsingar hvað þeir hefðu verið að gera. Svo þegar það var knúið fram og drullan kemur í ljós, þá er fólki misboðið. Ég vona bara að fólk missi ekki dampið. Nú eru sveitarstjórnarkosningar framundan og við skulum bara vona að kjósendur sendi þessum stjórnmálaflokkum að það verði ekki kosið sveitarstjórnarmál, heldur landsmáli í þessum sveitarstjórnarkosningum og að stjórnarflokkarnir fái mjög skýr skilaboð og vonandi fá Vinstri grænir svo mikið skrekk að þeir hafi rænu á að slíta þessu. Og í raun og veru í mínum huga óskiljanlegt að Vinstri græn skyldu hafa myndað þessa ríkisstjórn á sínum tíma. Ég tala nú ekki þegar Svavarsdóttir, fyrir því sem lélum með nöfn, lýsir því yfir að það sé fáraleg tilhugsun að ímynda sér að Vinstri grænir sé að fara að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og þau orð lætur hún falla einhverjum hálfum mánuði áður en hún orðin ráðherra í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Vegna þess að bara ef við skoðum söguna, að þá kemur engin stjórnmálaflokkur nokkuð tíman ólaskaður út úr stjórnarsamstarfinu við Sjálfstæðisflokk. Það er alltaf eitrað epli í tilfelli Bjartrar framtíðar, hreinlega banabiti stjórnmálaafls að ganga til samstarfs við Sjálfstæðisflokkin og það kemur alltaf stórlaskað út úr slíku samstarfi. Þannig að það kemur mér svo óvart að fólk í pólitík sé ekki búið að átta sig á því að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki samstarfstækur. Hvað, Mörður, þetta mál, til dæmis eins og með Samfylkinguna, ég er alveg viss það að ríkisstjórnin 2007 hefur verið reynst Samfylkingunni erfiður dragbítur að draga eftir hrun, ekkert síður heldur en óánægja almennings með eftirhrunstjórnina. Þetta var eftir á að hyggja í baksýnisspeglinum, þá var þetta ekki sterkur leikur hjá Samfylkingunni að gera þetta. Hvað veldur þessu að, ef maður tekur bara upp þráðin hjá Davíð, hvað veldur því að flokkar ganga inn til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn, vitandi það að þetta mun ekki verða þeim til góðs? Þetta er eins og einhver svona hryllingsmynd þar sem að einhver saklýsingi fer inn í draugahúsið og áhorfendur kalla eftir ekki gera það en samt fer fólk að inn. Hvert er aldraframlið? Ég er svo frægur, ég var einu sinni ég náði lesring á Einari Olgeirsssyni. Ég man nú ekkert hvað þar fór fram, en ég man að við spurðum hann einhvern veginn nýsköpunarstjórnina, hvernig þeim hefur dottið í hug að fara í bráðungir og alveg eins og börn, að hverju sósíalistaflokkurinn hefði farið í nýsköpunarstjórnina og þá sagði hann að það er hægt að fara í stjórn auðvaldinu ef það er einhver sérstakur ávinningur af því. Ef það er eitthvað sérstakt sem við getum fengið út úr því, sem ekki fæst út úr því með öðrum flokkum og svo framvegis. Og svo sagði hann að í nýsköpunarstjórninni þá var spurningin að láta peningana fara í framleiðsluna og ekki fara í nýsköpunartogarana, ekki einhverja neyslu og varning og svo framvegis. Menn hafa efast það á eftir á, en það var þetta sem hann sagði. Og ég hef svona tekið þetta upp segjulega prinsip. Þegar menn geta farið í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, segi það
minn flokk að hann geti gert það eða það eru stóra breytingar. Sjálfstæðisflokkurinn það var ekki 2007, Mörður, það var ekki 2007. Nei, ég segi það finnst mér vera hugsanleg. Ef maður segir, við skulum segja fyrir hönd Alþýðuflokksins að það var Viðreisnarstjórnin fyrri árin, það voru mikla breytingar, maður bara viðurkenna það, eins og mér var illuð Viðreisnarstjórnina þegar hún kom á seinni tímabilinu og svo framvegis. Ef Sjálfstæðisflokkurinn skipti allt í einum skoðun og vildi að fara í Evrópusambandið, þá myndi Evrópuflokkarnir hinir, eða myndi Evrópuflokkarnir núna segja, já, við erum til í það, meðan við erum að þessu. 2007 var ekkert svoleiðis og þess vegna var þetta mjög illa skiljanlegt. Og það var heldur ekki Jóni Baldvin þegar hann fór með Davíð í Viðeyjarstjórnina og svo framvegis. Og ekki heldur núna þegar Katrín fer með Sjálfstæðisflokknum í þessa stjórn 2017. En þá óstýrilega verður það í raun og veru núna. Það þarf að vera eitthvað svona. Það sem að Katrín gerði þó, VG gerði þó 2017 var þetta sem ég var að tala um áðan, bjóti nýtt stjórnarmynstur og þá voru margir sem hafði áhuga því að vita hvernig það virkaði, hvernig sem laust á stjórnina. Og það voru kannski ákveðnir, hvað má segja, það var það sem gerðist náttúrulega í þessari stjórn 2017 til 2021. Var það var sem maður getur kallað stöðuleika eða stöðnun. Það gerðist ekkert í samfélaginu sérstakt. Það voru engar grundvallarbreytingar, það voru heldur engar framfarir. Og VG stendur uppi sem að það náði engum árangri. En það voru hins vegar að segja, en það segjum til dæmis hermálið að uppbygging á Keflavíkurflugvelli varð ekki, mjög lítil. Það nálgaðist ekkert Evrópusambandið. Það verður ekki innlenda breytingar til dæmis í sjávarútvegsmálum. Það var ekki neitt. Og ok, það var þetta bara, við erum búin að lifa við þetta í 4 ár. En næstu 4 ár? Já, næstu 4 ár þá segja menn, fyrsta lagi, heruppbygging í Keflavík er hafin verulega mikil, alveg óháð þessu Úkraína dæmi. Það bæði Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur lögðu áherslu á virkjanir sem undir einhverju loftslagsyfirskini lögðu áherslu á það. Bjarni Ben er með fjárhagsstefnu þar sem hann lögður gríðarlega áherslu á það eftir COVID að borga niður skuldirnar eins hratt og hægt og það þýðir sem sé annarkvort það að skera niður eða innheimta meiri skatta, það má ekki, þannig þá þýðir það niðurskurð sem sé á öðrum sviðum en þeim. Hvað gerum VG í þessu? Já, þetta er allstað þessu stefnt að VG öllum megin, þannig að maður sér ekki alveg hvað VG ætlaði að fá út úr þessu annað en það að Katrín Jakobsdóttir fengi þann heiður í sögubókum að hafa verið forsætisráðherra í 8 ár og ekki í 4. Eftir það sem hefur gerst núna, þá er þessi staða miklu verri hjá ríkisstjórninni í heild sinni. Bjarni hefur mist álit og það verður erfiðara fyrir hann að fylgja fram einhverju heildstæðri fjármálastefnu eða hver sem hún er. Til þess að hafa traust í efnahagsmálum er algjörlega nauðsynlegt fyrir ríkisstjórn sem ætlar að standa á bakvið samninga á vinnumarkaði sem verða í haust. Nú virkjanaplanið, það verður líka að vera ákveðin stuðning, það verður að vera ákveðin samheldni í ríkisstjórninni á bakvið slík mál. Hún var erfið og verður ennþá erfiðari núna. Óánægjan er í öllum ríkisstjórnarflokkunum núna. Hún er með Íslandsbankamáli þá er athyglisvert að það er ekki bara við hérna til vinstri sem mótmælum og við sem erum næm fyrir spillingu alþýða manna svona, heldur það líka þeir í Sjálfstæðisflokknum sem ekki var hringt í, skiljiði. Það er þeir náttúrulega sárir ef því, býtu það hinir nutu spillingarinnar ekki við, hvað á það að þýða? Og svo eru þetta líka innan Sjálfstæðisflokksins gallharðir íhaldsmenn í sjálfu sér frjálshyggjumenn sem að samt vilja ekki spillingu eins og þetta er. Þannig að þetta verður miklu erfiðara framhald hjá ríkisstjórninni og ríkisstjórnarflokkunum og ríkisstjórninni eftir þetta, hvernig sem þetta fer núna í nákvæmlega næstu daga. Og svo er þetta líka þannig, það þingið stendur yfir. Þingið verður að hætta mátulega fyrir sveitarstjórnarkosningar og það er mjög snúið fyrir þing að koma saman eftir kosningarnar.
Þannig að það skapar strax vandræði í undirbúningi fyrir næsta vetur og eins og ég segi fyrir kjarasamningana í haust. Þannig að þetta er versta uppákoma sem þeir gátu lent í og þetta er auðvitað versta krísan sem þessi ríkisstjórn frá 2017 hefur lent í og er þá sko ekki bara versta, þetta er langvarsta. Má ég bera þessa spurningu áfram til þín, Birgitta, hvað er það ef það er rétt sem að Davíð segir og það má færa rök fyrir því bara í úrslitum kosninga að þeir flokkar sem að vinna með Sjálfstæðisflokknum koma illa skaðaðir frá því. Hvað veldur því að flokkar ganga þarna inn? Er það þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er bara valdið á Reykjavík á Íslandi og ef þú ert í pólitík að þá viltu bara vera það sem að valdið er? Ég meina þeir eiga dómstólana, þeir eiga stjórnsýsluna, þeir eiga businessin og auðvaldið og þeir eiga Ísland. Þannig að ef þú ert í pólitíka þá er þetta svona endakallinn að þú verður að geta unnið með honum og unnið hann til þess að vera alvöru stjórnmálamaður, annars þetta er bara peksandi stjórnarandstaða út í horni. Þetta er náttúrulega kannski eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi vilja að við trúum en er náttúrulega bara algjört kjaftæði. Það hefur ekkert verið einhver stöðuleiki undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Ég veit ekki hvað, það eru margar ríkisstjórnir sem hafa sprungið sem að Sjálfstæðisflokkurinn er aðilega. Þannig að það er bara rugl og ég skil ekki, mér er fyrirmunað að skilja af hverju fólk ákveður að fara í samstarf við flokk sem að er bara í raun og veru ætti bara að fá smá frí. Og flokkurinn alltaf fer sífellt minnkandi og í raun og veru kannski það sem er dapurlegast við þetta allt saman er eftir að hafa staðið ansi marga laugardaga út á Austurvelli og skipulagt alls konar hluti eftir hrunið eða í hruninu og við sem að vorum þar einhvern veginn lögðum rosalega mikla áherslu á að díla við alla spillingun og við myndum læra eitthvað af þessu, þú veist, þessum hamförum sem voru. Ég meina, fólk er enn að glíma við fjárhagserfiðleika og að byggja sig upp aftur eftir það allt og þessi gjörningur með Íslandsbanka er einhvern veginn bara algjörlega blaut tuska andlita af fólki sem að misti allt í hruninu og það var ekkert fáir og og maður sé að töluvert mikið það að fólk kiknaði undan þessari pressu og tók sitt eigið líf. Þannig að þú veist, mér finnst einhvern veginn þegar ég sá einhverjum fjölmiðli að einhver hann úr bankasýslunni réttlætti þessar gjörðir og sagði þetta er löglegt, þú veist, en já, ok, og siðlaust. Af hverju segir það ekki það líka? Þú veist, siðlaust en löglegt. Ég veit ekki hvað maður rétti miklum tíma í að reyna að, þú veist, að við myndum koma með einhvern ramma sem maður myndi fyrirbyggja að við værum aftur í þessu stöðu og það er bara þannig að eina leiðin til þessu stoppa þetta er að við verðum að fá stjórnkerfisbreytingar, það er bara þannig. Það þýðir ekkert, þú veist, að halda að skipta einhverju máli Bjarni Burt og hvað, svo hver er staðin. Þú veist, við þurfum að breyta valdastrúktúrnum og það verður að gerast með stjórnarskrárbreytingu. Og nú hefur það bara tekist að við erum aldrei að fara að fá þessa nýju stjórnarskrá sem að byrja upp á nýtt á því ferli og það ferli verður að leitt áfram almenningi en ekki stjórnmálafólki út af því að það bara hefur sýnt sig að Alþingi veldur ekki þessu verkefni og við verðum bara að halda áfram að vera duglega að láta heyri í okkur og mæta mótmæli og leyfa þessu fólki þarna sem heldur ekki til vaðið yfir almenning að finna fyrir smá ugg að okkur sé ekki sama hvað er verið að gera hérna með okkar sameiginlegu fjármuni. Þú veist, við erum að horfa upp á heilbrigðiskerfið, það er endalaus ákall frá heilbrigðiskerfinu að það sé neyðarástand í hverju einustu viku. Það er neyðarástand í geðheilbrigðismálum, það er bara neyðarástand út allt, það er ekkert húsnæði að finna. Þú veist, fólk sem er á leigumarkaði bara finnur ekki einu svona húsnæði, þú veist, þó það væri til í að borga gríðarlegar upphæðir fyrir að fá húsastjórn. Það er ekki einu svona að kaupa húsnæði. Þannig að þú veist, það er svo margt sem að þarf að gera og þessi ríkisstjórn hefur bara ekki valdið þeim verkefnum sem þeim var falið á neinn hátt. Og hún er ekki mynduð utan neitt nema að viðhalda stöðnun þegar við þurfum að spýta í lóðun og það kemur að, þú veist,
því sem að enginn talar lengur, sem er bara að krísa út af umhverfisáhrifum neyðarástand út allan heim og það mun hafa áhrif á okkur og þegar bara hafa áhrif á okkur. Og þeir sem alltaf að tala að við eigum að vera svo góð við heiminn, að við eigum að nota orkun okkar til þess að hlífa því að það séu álver byggð sem að nota kol eða eitthvað. Af hverju tala þeir ekki að við eigum að setja einhverja góða fyrirmyndir hvað á að gera varðandi það. Þá krísu. Þannig að þú veist, í raun og veru það væri það mesta blessun sem við getum hugsanlega fengið ef þessi ríkisstjórn myndi falla og fólk myndi fara að átta sig á því að þegar það er að kjósa, þá verður það líka að kjósa framtíðina, ekki bara næsta launaseðil eða hvort að fá einhverja ívilnanir, þú veist. Annars heldur þetta bara svona áfram og þú veist. En má ég spyrja þess, Birgitta, þegar það tala að ríkisstjórnin verður að falla og svo fyrir að tala að fólk er að kjósa. Hverju líkurnar að ríkisstjórnin falli? Ég hitti mann daginn sem sagði að það verið 30% í gær og nú komið 34%. Hverju líkurnar að þetta verði ríkisstjórnin að falli þetta mál? Það er náttúrulega rosalega erfitt fyrir Katrínu og sérstaklega fyrir Katrínu og líka fyrir Framsóknarflokkinn að réttlæta að halda áfram með samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn ef að rannsókn Ríkisendurskoðunar sýnir fram á það sem allir vita. Þannig að einhvern veginn, ég veit ekki, kannski ætlaður bara að reyna að humma þetta fram að sér en eina leiðin til þess að ná fram einhverjum breytingum er að ef að fólk samhuga út í samfélaginu að nú sé ná komið. Herðu, Davíð, ég ætla að fara að koma með spurninguna sem ég lagði af stað með frá þér. Það hvað veldur því, þetta er þessi guðfræði, sko, hvað veldur því að fólk gerir það sem að veit að getur skadað sig. Komdu nú með svarið við því, hvað veldur því? Sko, ef að Páll Postuli stóð ráðþrota frammi fyrir þessari spurningu, þá veit ekki hver ég er að þykjast geta svarað henni. Það sem að þeir sem hafa verið fastir í viðjum þess að vera ófærir að gera það góða sem þeir ætluðu að gera en það eftir annað gerundi þess slæma sem þeir voru búin að ákveða að gera ekki. Þess að við hjálpaðum út úr þeim vítahring andleg vakning. Það þarf ekki endilega að vera kristileg eða trúarleg. Hún er sem sagt, getur verið það en hún varðar spiritualitet og andlegt líf manneskjunnar miklu frekar heldur en trúarbrögð. Pólitíkin þarna einhvers staðar á mitt á milli, hún að hluta til innblásin af hugsjónum og vilja til þess að byggja upp betra samfélag, þannig að þetta alveg á þeirrum grensum. Já, en það voðalega slæmt þegar pólitíkin líkt við trúarbrögð. Allavega sjálfur hef ég henst á milli flokka á vinstrivængum alveg endalaust og alltaf lengra og lengra til vinstri, þannig að þessi góðsögnum að sá sem ekki kommunisti tvítugur sé illa innrættur en sá sem sé það 50 sé illa gefinn. Ég þá sú típa vegna þess að ég miklu lengra til vinstri núna heldur en ég var þegar ég var 20, kannski að því að bara því sem ég hef séð á þessum 30 árum í samfélagi okkar, síðan ég var 20. Þegar Davíð, þú tókst átt í mótmælum, hefur þú trúið að almenningur getur hrint af sér stjórnvöldum sem að hneykslaran, hoggið af sér hendina? Við sáum það í hruninu að ríkisstjórnin í alvöru hélt að hún gæti setja áfram að humma þetta fram að sig og það voru óeirðir á Austurvelli og ríkisstjórninni var ekki stætt á öðru en að segja af sér og það var myndu skyndi neyðarstjórn undir forseti Jóhönnu Sigurðardóttur til þess að bara til þess að fólk færi heim og mætti í vinnun en væri ekki út á götu að berja saman pottum og pönnum og með óhug. Þannig að fólk getur byllt ríkisstjórnir. Fólk hefur gert það hér á Íslandi. Því miður varðar þetta mál ekki beina hagsmuni, varðar ekki bullur og launaseðla það stórs hluta þjóðarinnar næstu mánaðamót að líklegt sé að það gerist í sambandi við þetta mál. Því miður vil ég segja. En við sjáum
hvað Drífa Snædal var sannspáð þegar hún sagði svo Vinstri grænum þegar þessi ríkisstjórn var mynduð. Hún sagði beinlínis með reglulegu millibili mun gröfturinn og ógeðið, kunningjaráðningar og viðbjóður vella upp og Vinstri græn verða í þeirri líkt öfundsverðu stöðu að þurfa að verja samstarfsaðila sína. Og það liðu nú ekkert margir dagar þangað til að forsætisráðherra lýsir því yfir að af öllum mönnum á þingi þá njóti Sigríður Á. Andersen fyllsta trausts hennar. Þetta skömmu áður en rannsókn leiðir í ljós hluti sem gera það verkum að hún þarf að krökklast frá með skít og skömm og á ekkert afturkvæmt. En gleymum við ekki að forsætisráðherra byrjaði starf sitt sem feril sinn sem forsætisráðherra þjóðarinnar á því að lýsa því yfir að hún bæri fyllsta traust til þessarar manneskju. Þannig að það þarf ekki að koma neinum á óvart að hún standi núna og verji Bjarna Ben fram í rauðan dauða. En ég vil taka undir það sem Birgitta sagði áðan að Bjarni Ben ekki vandamál. Bjarni Ben birtingarmynd vandamálsins. Það var ekki Bjarni Ben sem bjó til þetta kapitalíska ólígarka hagkerfi sem við búum. Það var það sem bjó til Bjarni Ben. Og ef við losum við Bjarni Ben þá bara röð af litlum Bjarni Ben vonabíum að bíða eftir því að hann fari frá svo að nú sé röðin komin að þeim. Þannig að það kerfið sem við þurfum að bylta, ekki einhverjir einstaklingar sem að sitja í einhverju stöðu sem við eiga ekki að sitja. Bjarni Ben gröfturinn en ekki kýlið, getum við sagt. Herðu, Mörður, að við vorum að tala svolítið almenning. Ég held að ríkisstjórnin falli ekki í fyrirspurnum umræðum fundarstjórn forseta eða einhverjum svona. Það líklegt að ef almenningur heldur við eldi sínum að þá ríkisstjórnin í hættu. En Davíð benti á að í búsaldabyltingunni var fólk sem óttaðist afkomu sína, óttaðist með að vera að missa húsin sín, vera búin að missa vinnuna og það væri bara og það náttúrulega rættist hjá stórum hluta fólks að lífið var bara miklu erfiðara en hafði áður var. Og það var fólki sem var á götunni. En núna erum við með mál sem að hneykslar okkur svona siðferðislega. Þannig að ég að velta fyrir mér svona Clinton sagði einhvern tímann þetta alltaf efnahagurinn stjúpitt. Það þá búsaldabyltingin en núna hneykslast fólk bara af spillingunni og ófyrirlitninni og það að sé verið að hefja upp þá sem að áttu bankana fyrir hrun sem að steyftust yfir á fólkið sem að hefur ekki verið reist við. Já, getur eldurinn í almenningi hægt áfram? Ef við erum að líta á einhver nýleg dæmi hjá okkur hér á Íslandi að þá búsaldabyltingin ekki gott dæmi einmitt vegna þess sem Davíð sagði að það bara hnífurinn var á barka nánast hvers einasta manns eða hver einasta fjölskyldu. Þetta sambærilegra við brottför Sigmundar Davíðs á sínum tíma. Þegar 2000 kom í bæinn og Sigmundur Davíð var að segja af sér í vikunni hvernig þetta var nú með þessari frægu hrakför á Bessastaði og svo vidare. Þar var spurningin heldur ekki þar var hann ekki brauð og hús, heldur var siðferðileg spurning í þessu og náttúrulega byggðist líka á þessum harmleik eða komedíur hundsins, þar sem ríku kallarnir sem sumir græddu og allavega það voru þeir sem komu okkur á hausinn sem í þeim málum, þannig að það sambærilega. Ég veit ekki, ég myndi ekki setja peningana mína þar á veðborðið sem segir ríkisstjórnin frá á morgun. Ég held þetta veikjana verulega og þegar þú talar að fyrirspurnir og fundarstjórn forseta séu ekki vænlegar til mikils árangurs þá það rétt en maður tekur líka eftir því að það þarna samstaða sem skiptir verulegu máli, skapast innan stjórnarandstöðunnar á þinginu og mér sem miðflokkurinn tekur þátt í henni og skiptir nú engu máli en það fyrst á henni stað. Og þá samstöðu sér maður líka út á Austurvelli og í því til dæmis að fyrsti fundurinn var svona kannski pólitískt svolítið þröngur á Austurvelli núna fyrir hvað var 3 vikum eða svo. Og síðan hafa þeir fundið breikkað og það koma fleiri og fleiri.
eins og ég segi, þetta er ekki bara vinstri manna mál og þetta er jafnvel ekki þeirra mál sem eru svona, telja sig svona alþýðu megin í lífinu. Heldur nær þetta dýpra og lengra inn í þessa tvo flokka, Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Svo veit maður ekki, hér við erum ekki farin að finna fyrir því kannski ennþá en að því að frönsku kosningarnar þeim nýlokið, það sem kannski var hræðilegast við þær var það að það var stór hópur af fólki sem í seinni umferðinni kaus ekki neitt, tók áhættuna á fasistanum Le Pen af því að líka illa við Macron og þetta á líka við fyrri umferðina, það sem sé sveifla eða hreyfing í Frakklandi og víðar víðar í Evrópu og jafnvel í Ameríku af ungu fólki sem bara segir nei, við viljum ekki þessi hefðbundna pólitíska leið, við nennum ekki að fara hana, hún alltaf seinfarin og vekur ekki áhuga minn og það er ekki hérna, ég ætla ekki að vera með ykkur í þessu. Hvað það fólk gerir svo, það veit maður ekki, en þetta er að minnst ekki staða sem við erum með uppi á Íslandi. Það er margir sem að hrekjast frá pólitíkinni, en það er ekki, þar er það kannski fólk sem hefur áhuga á samfélagsbreytingum, áhuga á raunverulegri pólitík sem að yfirgefur þetta sem típist vera yfirborðspólitík þar sem að verður að kjósa einhverja menn og svo bregðast allir og sami rassinn og þetta er þessi lítið hérna. Og ef við getum haldið áfram þessari samstöðu á Austurvelli og inn í þinginu, þá er það gott. Þess vegna kannski fer svolítið mann að sjá að hinn mikla móðir hér okkar vinstramegin, verkalýðshreyfingin, stéttasamtökin, að þar er þessi samstæða ekki á ferðinni og ég bara vona að þessi átök, ég veit ekki hvernig þessi fundur í Eflingu fer núna og ég er ekki að tala hann út af fyrir sig, en bara það skulle ekki vera óróa samstæði í verkalýðshreyfingunni svona megin þætti í efnahagsmálum og almennum stjórnmálum, það er eiginlega verra en allt hitt. Verkalýðshreyfingin hún tekið þátt í þessum mótmælum og það sem ólíkt við mótmælin núna og í búsáttarbyltingunni, það er náttúrulega eins og þú bendir á þetta eðlist ólíkt, að það hafa verið kjörnir fulltrúar og fulltrúar verkalýðshreyfinginni sem hafi tekið þátt í þeim. Já, það er mjög flott. Ég veit ekki hvaða merkingu það hefur. Herðu, en Birgitta, endursköpun stjórnmálanna, það er hérna, það verða allir hissa, þetta er eins og með Samherja þáttir, verða allir hissa, en enginn átti að verða hissa. Nú sjáum við þennan lista og það verða allir hissa, en auðvitað átti ekki að vera hissa, svona er bara íslenska auðvaldið og þannig er þetta. Þetta er svona skrítið staða, af því að raunverulega þá vitum við þetta, en svo höldum við áfram einhverju svona stjórnmála spjalli og tali, það sem er, að má ekki nefna Bruno, svo ég vinn einhverju teiknumynd. Það er eitthvað sem að má ekki segja, en samt heldur bara umræðan áfram ýmiss konar mál, en svo gís þetta upp alveg mjög reglulega. Hvað er ég man eftir einn skemmtilegasta mynd úr pólitík, er að mynda þér þar sem heldur á skilti sem þetta á Panama vegna þess að Ríkisútvarpinu tókst ekki að fjalla Panamaskjölin í kosningu sem var boðað til út af Panamaskjölunum. Hvað veldur þessu svona tvískilningi sem er í svona almennri umræðu? Það stærstu málin okkar, spillingin, er ekki á dagskrá. Ég veit það ekki. Ég fékk nú ansi bátt fyrir árumarkir sem þauðust ekki ætla að kjósa Pírata út af því ég var með þetta skilti. Mér þá gjörsamlega misböðu að það ætti ekkert að fjalla Panamaskjölin í kosningum sem að urðu til út af því sem kom fram í Panamaskjölin. Ég veit ekki, ég hef engin ég er ekki nægilega góður heimspekingur til þess að geta fabulera um það af hverju fólk sækir í aðstæður sem eru þeim í raun og veru skaðlegar og af hverju það tekur ákvarðanir, af hverju það lætur ljúga að sér viðstöðulaust og af hverju þeir sem allir stjórna fréttaskýringaþáttum og þáttum fyrir kosningar og annað fara aldrei dýpra í hlutina. Og umgjörðin, þetta er bara það leiðilegast sem oft mann tekið þátt í sér foringjaþættir og annað þar sem er, eitthvað 10 manns að reyna að koma fram með einhverja stefnu og reyna að ná til kjósanda einhver stikkorð. Ég meina,
þetta einhvern veginn, við erum einhvern veginn í þannig samfélagi í dag, þetta hefur kannski alltaf verið svona, en þú veist, við erum að fá yfir okkur svo rosalega mikið magn af upplýsingum í rauntíma og það gefst rosalega lítið rými fyrir fólk til þess að bara vinna úr, prósessa þessar upplýsingar og það einhvern veginn bara velur alltaf auðveldustu leiðina þó að það sé algjör torfæri að fara niður fjallið, sko, þú veist, það bara skriður. Þegar að þú veist, þú er komin upp á fjall og síðan sem sagt tekur einhverja teflonleið og síðan þegar þú fer niður og þá það bara mjög erfitt og já, ég skil þetta ekki. Ég man fyrir hrun, þú veist, að þá var ég alltaf að velta fyrir mér hvernig hefur fólk efni á þessum lúxusbílum og utanlandsferðum og hvernig hefur efni á, þú veist, að kaupa sér risastór hús og vera jafnvel með 2 hús og sumarbústað og eitthvað svona, svo bara komið ljós, þetta var alltaf einhverju lánum og fólk var að taka veð í ofta á tíðum bara neyslupeninga veð í sínum fasteignum. Þannig að þú veist, mér er fyrirmunað að skilja hvað fær fólk til þess að vera svona auðtrúa. Já, kannski við erum smátt samfélag, við viljum hafa allt í lagi á okkur, ég myndi okkur að við séum fjölskylda og við höfum erfiðleikum með að horfast í augu við, það til dæmis eftir hruna þá er komið ljós að Íslands samfélag er miklu spiltara heldur en fólk var til í að viðurkenna áður. Það er svona ýmislegt sem að sko, fólk er til í að horfa í núna sem að bara var ekki til í að horfa í vegna þess að bara vildi ekki hafa svona hlutina. Þú sko, þetta minnir mig á okkur. Þetta minnir mig á það að ég man að ég átti vin sem að pappans var alkoholisti og hann lamdi konuna sín alltaf sem helgar og hún var svona illa farin á sundeginum og allir terrified og svo bara allt farið í Eden og kíktur í Eden og fengið sér ís og þá bara allt gleymt. Þú veist bara helt áfram. Kannski þráði fjölskyldan meira það að vera normal fjölskylda heldur en að vilja fara í gegnum sársaukann við að horfast í augu við að hver hún var. Það er bara, þetta er sömuleiðis mannlegt. En sko, það sem er líka svo sjúkt við þetta samfélag hérna er að við sættum okkur við það að ráðherrar komast upp með að segja ekki af sér þegar þeir eru uppvísir sko stórkostlega afglöp í starfi. Og merkilegt nokk út af því að eins og ég sagði áðan, ég meina fólk lítur svo ofta á Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur stöðugleikans. Það eru margir dómsmálaráðherrar sem hafa þurft að hrekjast frá. Þú veist, dómsmálaráðherrar er náttúrulega búin að vera bara í steik síðan í kringum hrun, sko. Þannig að þú veist, þeir eru bara rosalega góðir í, þetta gengur svo mikið út af auglýsingamennsku og þú veist, þeir stíla alltaf upp á að fólk verður búið að gleyma öllu fyrir kosningar. Þannig að þú veist, það er einmitt eins og, ég held að vera Davíð sem að nefndi að fólk ætti einmitt að sýna aðeins hvað þið finnst í sveitarstjórnarkosningum. Það var gert, Davíð, hérna við VG 2018. Það fór VG niður í 4,2% í Reykjavík. VG er náttúrulega aldrei verið jafn sterkt í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og í þingkosningum en samt, þú veist, þetta er kannski bara þriðjungur, jáfnvel bara fjórðungurinn af því fylgi sem maður myndi ætla. Þannig að flokknum var kyrfilega refsað og nú samkvæmt skoðanakönnunum sér maður það þótt að þær séu flestar eiginlega áður en Landsbankamálið kemur, það er ekki alveg komið, það var komið aðeins þarna með rasismann í Sigurð Inga sem var komið fram þar, en þá sér maður að VG er bara dottið niður í ykkur 5% og svona, þannig að greið fólki sem er að bjóða fram fyrir VG mun aftur verða refsað. En það hafði engin áhrif á landsmálin eða VG árið 2018. Ég held að Líf hafi verið kennt þetta, hún hefði ekki staðið sér nú vel. Já, ég vildi óska að ég kynni svör við þessu. Það er eins og þau séu að eins og Birgitta segir, stóla á að fólk missi dampinn, að fólk gleymi þessu, borgarstjórnarkosningar eða sveitarstjórnarkosningarnar eru á óheppilum tíma. Það væri slæmt fyrir VG að ná ekki inn manni í borgarstjórn í Reykjavík, en það er ekkert sem að VG út af fyrir sig lifir ekki af. En ef að VG er eftir næstu alþingiskosningar dvergflokkur með 2-3 þingmenn, þá er það kannski eitthvað sem verður til þess að þar innanhús verður
tekið til hendinni. Í sambandi við sem sagt fjölmiðla líka og það mýtan sem fjölmiðlamenn vilja halda að áhorfendum eða að neytendum að þeir séu bara að sýna raunveruleikann eins og hann sem að þeir eru náttúrulega ekki að gera vegna þess að horfa út gluggann hjá þeir og þá sérðu raunveruleikann eins og þeir eru að pikka, þeir eru alltaf að velja og hafna og þeir velja ekki einhvern svona þverskurð til þess að sýna raunveruleikann eins og hann heldur velja það sem sexy, velja það sem vekur athygli, velja það sem fólk hefur áhuga og þess vegna þú veist, hvað veit ég, köttur upp í tré eða hundur sem að ratar heim til sín eftir að hafa týnst hinum einn á landinu, miklu stærri frétt heldur það að fólki sé misboðið af einhverju spillingu. Þannig að við þurfum sennilega líka að átta okkur á því af hverju var ekki fjallað Panama skjölin og hvað það þýðir. Allt inni kemur í ljósa að leiðtogar okkar ásamt auðkýfingum og leiðtogum landa sem við viljum ekki bera okkur saman við eru að fela stórfé í erlendum skattaskjólum. Og hvað gerist? Maltnesk blaðakona myrt og svo halda bara allir áfram að láta eins og þetta hafi ekkert skeð. Fjölmiðlar, ég vil meina að ábyrgðin sé, það eru fjölmiðlar sem betur fer núna að reyna að grafa þetta upp, að halda þessu á lofti, vekja athygli á þessu, en þegar þú ferð inn á þessu svona meginstraumsfjölmiðla, að þar eru það er miklu líklegra að þú sjáir einhverja frétt óhugnanlegt morð í Ohio fyrir 14 árum heldur en spillinguna sem að grassa þetta fyrir framan nefið á þér hér og nú. En þess að sú frétt er boring, hún er ekki spennandi. Ef þú hefur 1,5 mínútu til þess að surfa fréttir dagsins, þá viltu miklu frekar lesa fötluðu stúlkuna sem fékk fósturforeldrana frá helvíti í Ohio fyrir 14 árum, heldur en hvað Bjarni Ben búinn að stela mörgum milljörðum úr ríkiskassan. Mörður, vilt þú tala um þetta fjölmiðlar skipta máli, það svona samræðu vettvangur í samfélaginu. Er hann veikari núna en hann var áður? Er erfiðara fyrir samfélagið að horfast í augu við einhvern vanda, ræða kasta upp einhverjum möguleikum og komast í búa til eitthvað svona sátt út úr því? Erum við veikari núna í þessu heldur við vorum kannski fyrir 30 árum, 50 árum, 70 árum? Og það er ekkert að saka fjölmiðla, það var fjölmiðl sem að bjóð til, eða fjölmiðlar sem byggu til bæði vindrismálið og svo samherja skandalinn í Namibíu. Þannig að ef fjölmiðlar reyna og ef þeir eru með áhugavert mál og ef þeir eru, sem sé, þeir eru látnir í friði eða leyft að gera það sem þeir vilja gera, blaðamennirnir, þá er ég að tala þá, að þá geta þeir það ennþá. Já, þetta oft svona bara eyjur þar sem kemur einhver mál en kannski það sem vanalegi fréttum og í svona vanalegum umræðuþáttum, það allt önnur ellað, miklu svona settlegra og borgaralegra og alltaf verið að sannfæra okkur að allt sé raunverulega í lagi, Já, það nú svona eins og fjölmiðlar svolítið eru, kannski vantar svona klassikampinn og þjóðviljan og rauða borðið svolítið meira af því. Og það kannski við sem við ættum að gera líka, að ekki bara harma það að fólk skuli ekki hlusta að gera eitthvað og að fjölmiðlar séu svona á hins veginn heldur að líta kannski á okkur sjálf sem að viljum breyta, höfum verið kannski að berjast í því sum bara marga áratugi, aðrir styttra og allt veginn það, en við erum ekki svona kannski, við erum ekkert að sérstaklega að vinna okkur einn traust á vinstri, svona vinstri miðju og út allan vinstrikantinn í 4, 5, 6, 7, 8 fylkingum að berjast innbyrðis móla sem sé reyna að níða skóinn hvernig af öðru og bjóða og reyna ekki að ná saman þau mál sem við getum verið sammála og fyllt fólki undir. Það bara alvarlegur galli. Þess vegna hefur maður ánægjulegt að sjá samstöðun á þingi og samstöðun á Austurvelli
eins og þetta núna, og það er það sem við þyrftum að halda áfram. Ágæti Gunnar Smári sem hefur verið nokkuð duglegur við það að finna að svona fólki sem ekki jafn langt frá þér í pólitík og þú stundum virðist halda. Ég kveikti ekki alveg á þessu. Hérna, Birgitta, nú er verið að tala um það að möguleika á ríkisstjórninni falli, ég heyri að þú vonast til þess, en Mörður talar um að hún gæti svona skaðast, orðið veikari. Hvernig væri, hvernig slík ríkisstjórn? Segjum að ríkisstjórnin sé sködduð og þannig á það að virka, ef þú hefur lítið traust þá hefur enga eða litla möguleika á því að byggja fylgi við það sem að þú vilt ná fram og öðru slíku, þannig að þú verður eiginlega, það gerist ekki hjá þér, þú bara kannski hangir í embættinu en þú nærð ekki að breyta henni. Og sömuleyti hafi verið að lýsa ríkisstjórnin hafi ekki verið að gera neitt. Þannig ef það er þannig að ríkisstjórnin verður stórsköðuð eftir hálft ár, 3,5 ár eftir af svona veikri ríkisstjórn, hvers konar stjórnmálaástand erum við að horfa upp á þá? Bara gerist ekkert á Íslandi. Eða verður auðveldara fyrir verkalýðshreyfinguna að ná einhverju fram vegna þess að ríkisstjórnin er veik? Já, það gæti verið, en á sama tíma þá einhvern veginn held ég að, þú veist, eins og ég segi, þessi ríkisstjórn er, eins og Mörður nefndi, ekki búin til neitt. Þú veist, það er engin svona hugsjónamál sem að maður sér, nema kannski, þú veist, Ásmundur Einar Daðason hefur, þú veist, og hann nýtur mikils traust út úr því hann hefur tekið fyrir málefni barna og gert það vel. Þannig að en hann er svona eiginlega eini ráðherrann sem kemur til að óskaðaður út úr þessu ríkisstjórnarsamstarfi í raun og veru og mjög sannlega að hann verði næsti formaður Framsóknarflokksins með hvað Lilja hefur einhvern veginn farið illa með sitt vald. En ríkisstjórn sem nýtur lítils trausts í skoðanakönnunum, það hefur áhrif. Nú heyri ég ekki í neinum, það er ég alein hérna. Ég ætla að halda bara áfram að tala. Ég heyri þér. Já, ok. Ég man eftir því, fólk segir alltaf að það er ekkert að marka skoðanakannir og það, þú veist, maður er bara að bíða fram að kosningum og eitthvað svona, en ég man eftir því hvað dýnamikinn breyttist mikið inn á þingi þegar Píratar voru trekk að mælast yfir Sjálfstæðisflokkinn. Það var rosalega óþægilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að Píratar sem voru ekki til voru að mælast með meira fylgi í skoðanakönnunum en þeir. Og það breytist allt. Völd eru svo skrítið fyrirbæri. Þannig að breytist allt svona viðhorfin og dýnamikinn með skoðanakönnunum. Það er bara þannig, það er alveg saman hvað fólk segir, það er bara veruleiki. Þannig að þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Bjarni Benediktsson njóta svona lítils trausts í samfélaginu, það hefur áhrif, það er alveg bara öruggt. Hvaða áhrif, Birgitta, svo ég skilji, hvaða áhrif gætu það verið? Það hefur það áhrif að það tekið minna mark á honum, hann hefur minna vægi innan ríkisstjórnarinnar, hann hefur ekki eins mikinn slagkraft innan ríkisstjórninni, það er alveg á hreinu. Og náttúrulega bæði út af skandalunum sem hann tengist, ekki bara þessum heldur öðrum, og hans flokkur hefur borið ábyrgð á meiri óreiðu í ríkisstjórnar samstarfi en nokkur annar flokkur síðan árið 2000. Það er ótrúlegt og ágætt ef einhver myndi bara taka það saman til að sýna fólki fram á að þetta er ekki flokkur sem er hægt að treysta á þegar virkilega reynir á. Og við erum að fara inn í töff tíma, það er bara þannig, þú veist, það er allt að hækka. Þú veist, bara hvers skipt sem að fer út í matvöruverslunina þá er matarkarfan dýrari. Og ef fólk á litla peninga þá bara hefur það mikil áhrif á að lifa af. Og mér finnst mikilvægt, þú veist, að ef að fólki misbýður það sem er í gangi núna með Íslandsbanka, það kemur ekki við pingjunuhöður, en það hefur þau áhrif að við erum að halda áfram inn í spillinguna. Ef við leyfum þess að gerast,
að þá erum við að góðkenna að það sé í lagi að það sé löglegt en siðlaust. Og þannig að Bjarni Benediktsson, hann þarf bara að víkja, þó að hann sé ekki alveg vandamálið, þá þarf hann að víkja og þú veist, ef að Katrín og er ekki tilbúin til þess að slíta þessa ríkisstjórn, þrátt fyrir allt, þá gerir það fyrir hún raunir kannski að mynda einhvers konar minnihlutastjórn eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki, en það væri náðarsamlegast fyrir þetta fólk ef maður myndi bara viðurkenna að það kom út í horn og það er ekkert annað stöðunni en að boða til kosninga. Það er bara þannig. Þú getur bara verið með samhliða kosningar með sveitarstjórnarkosningar. Má ég koma við hjá þér, Mörður, að þú að tala minnihlutastjórn? Er það sem að menn að vera að kasta á milli sín, minnihlutastjórn Framsóknar og VG með stuðningi Pírata, Samfylkingar og eitthvað Flokks fólksins eða Viðreisnar? Er þetta raunveruleg möguleiki? Kosið í haust eða eftir ár? Ég bara veit ekki, ég held ekki, ég meina ekki að heyrist mér á Katrínu, hún var ekki síðast í gær, eða hvort það var í morgun að lýsa yfir fullu trausti á Bjarna Benediktsson. Það er bara þannig sem hún ætlar að gera þetta, það er ekkert, það var eitthvað hik á henni svona fyrst, fannst manni, hún var ekki mikið að tala við fjölmiðlana nema einhver önnur mál, menningamál austur í sveitum eða eitthvað. Og síðan komum við upp þetta mál með Lilju sem var skrítið, voru mistök af hálfu forsætisráðherra sem að gerir yfirleitt ekki mistök. Katrín gerir ekki mikið á svona mistökum þegar hún sagði þegar Lilja kemur með þessa gagnrýni og Katrín svarar því með því að það sé engin bókun á nefndarfundurum og síðan líður og býður og þetta hátti mjög sérkennilegt sko og forsætisráðherra segja þessu, menn voru að tala svona bókanir og gildi þeirra og hefði kringu þær og svo kemur allt í einu núna í dag eða í gær svo yfirlýsing að þá hafi ekki verið neinn bókun, segir Katrín, og þá var alltaf klart að það voru skipta skoðanir í þessari nefnd, ráðherranefnd sem ræddi. Þannig að það þarf hún að bakka vegna þess að hún gerir það mistök. Hún hins vegar styður sem sé Bjarna Ben núna, hún ætlar sér að halda þessu áfram og það er ekki ég held að sé allt og snemmt að fara að tala eitthvað sem að hún kynni að vilja gera annað. Þrýstingurinn er sem sé ekki ennþá orðinn nógu mikill og ég er ekki viss að verði það á við ríkisstjórnarborðið eða í þinghúsinu. Maður veit samt ekki, það er eins og ég segi, að óánægjan er ekki bara almenn hjá svona fólkinu, þetta nær djúpt inn í báða flokka. Og það er sú óánægja sem auðvitað nærist á henni, sem sé í bland við það óánægjuna hjá almenningi sem gæti að lokum breytt einhverju. Allavega, þetta sé bara nóg fyrir okkur í bili að ríkisstjórnin er sem sé veikari en hann var. Forsætisráðherrann hann hefur minna pólitísk kapital en hann hafði. Bjarni er svona eins og mann bara það er svona útleiðarlykt einhvern veginn á Bjarna Benediktssyni, hvenær sem það gerist og þá er þetta spurningin sem sé hvað verður ríkisstjórninni í framhaldinu, hún lendir í vandræðum með þessi fyrirheit sín, eigin fyrirheit, hvað ætlar hann að virkja, ætlar hann ekki að virkja, hún er að hafa styrk til þess að fara í það sem hún sagði að væri hún ætlar ekki bara að virkja meira heldur náttúrulega hún að endur ætlar eiginlega að fleygja ramma á þetta, það er hansi mikið, maður þarf að vera mjög ákveðin. Við erum með traustan meirihluta og allir ákveðnir í því að taka svona ákvarðanir í svona málum. Ég er ekki viss að VG standi stað eða hinir Bjarni og Sigurður Ingi hafi kraft í það. Nú það er haustið, það er verðbólga, það er dýrtíð sem sé eins og Birgitta sagði. Efnahagsmálun er náttúrulega í skiljiði að það er ekki stórkostlegt ástand í efnahagsmálun en það er ekki nógu gott ástand fyrir ríkisstjórn sem að fara að geta lagt eitthvað fram í kjarasamningum í haust. Og þá þarf líka sterkar ríkisstjórn sem að gera það. Þannig að þessi sigling verður miklu erfiðari þó að ég held falli ekki næstu daginn þó það verður vissulega skemmtilegt. Davíð, það er forystukreppa í tveimur allavega af ríkisstjórnarflokkunum. Það er Sigurður Ingi stendur veikt. Það eru 2 kandidatar til þess að vera formaður. Birgitta var að leggja til Ásmund Einar, en það er augljóst að Lilja vill líka vera formaður. Það er forystukreppa í Sjálfstæðisflokknum. Mörður segir að það sé svona útlyktarleið lykt af Bjarna, hans var leiðin út.
gætum við séð það að það yrði skipt bara fórustu, að Lilja eða Ásmundur taki Framsóknarflokkinn og Þórdís Kolbrún yrði formaður Sjálfstæðisflokksins fljótlega? Sko, aftur er svarið, ég veit það ekki og ég held að það skipti ekki máli. Þegar ég sagði að Bjarni Ben er ekki vandamáli, þá meinti ég ekki að Bjarni Ben ætti ekki að víkja og sæta rannsókn á gjörðum sínum. Fullkomlega, ég meina annarkort skrifaði hann upp á að selja á undirverði eigur almennings inn í sín eigin föðurarf eða ekki var staðið að lögum við bankasöluna. Það er engin þriðji möguleiki þarna í boði. Annað hvort gerðist og það þarf að fást á hreint. Þannig að Bjarni á að víkja. Það hvaða andlit við setjum á þetta grámyglaða kerfi sem við búum við skiptir voðalega litlu máli. Það mun ekki breyta neinum eðli Framsóknarflokksins hvort að Ásmundur eða Lilja verða næsti formaður. Það mun ekki breyta neinu eðli Sjálfstæðisflokksins, ef að Brynjar Níelsson yrði næsti formaður, þá myndi það sennilega breyta svolítið miklu fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En það er ekki breytingan sem við þurfum að sjá. Það sem við þurfum að sjá er að því að nú þekki marga ágæta vinstri græna einstaklingar sem ég til margra ára leita á svo pólitíska samherja mína og ég veit að þetta er gott og indælt fólk sem ég trú ekki öðru en að sé gróflega misboðið en af einhverjum ástæðum situr á sér, situr á strák sínum, vill svona virða flokksaga og leysa þetta vandamál innanhús. Ég sé fyrir mér ef það á að beita bara einhverjum stalinískum aðferðum bara við að ræða það ekki og fólk eigi bara hafa sig hægt eða fara út að þá ég á erfitt með að ímynda mér annað en að vinstri græn, þingflokkur vinstri grænna sé núna eins og kraumandi suðupottur og það sé bara að hitna hans mikið undir Katrín. Ég geri mér vonir að á endan vonandi þegar í ljós kemur ég veit ekki hvað við getum búist við frá Ríkisendurskoðun sem er með mjög skrítið fyrirbæri. Mér finnst að hann sem sagt byggir afkomu sína og atvinnuöryggi á því að vera í náðinni hjá þeim sem hann er að rannsaka. Ég skil ekki alveg að einhverjum hafi þótt góð hugmynd eða líklega til að fá góða niðurstöðu. En sem sagt ég geri mér vonir það að eitthvað verði til þess að kornið sem fyllir mælinn hjá hennum almenna þingmanni vinstri grænna að það falli og vinstri græn einfaldlega missi stuðning, þessi ríkisstjórn missi stuðning þingflokks vinstri græn. Birgitta, finnst það líklegt að það sé veikleikinn í ríkisstjórninni og þessi grasrót vinstri grænna sem muni rísa upp gegn vilja Katrínar Jakobsdóttur? Það væri óskandi. Það er reyndar rosalega margir sem hættu í vinstri grænum þegar þau fóru í samstarf við Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég vona að það sé ennþá hugsunarfólk innan flokksins sem getur ekki einhvern veginn kynnt þessu og muni þrýsta á verulega og ég vona líka að séu þingmenn sem eru þarna í umboði kjósenda vinstri grænna sem að láta ekki bjóða sér þetta og bara virkilega dapurlegt að hlusta á fólk sem að maður svona einhvern veginn átti von á að myndi þora að segja hugsin og því að bara ég trúi því ekki að fólk sé satt við þetta, ég bara trúi því ekki og það er alveg möguleiki á að þú veist að Katrín var vonastjörna í íslenskri pólitík og það er alveg möguleiki að það fara að hitna undir henni líka sem formaður vinstri grænna út af því í raun og veru veit ég ekkert fyrir hvað vinstri græn standa fyrir. Ég gekk einu sinni vinstri græn út að ég held að það eru umhverfisflokkur og síðan komur ljós að það var í raun og veru bara kannski einn þingmaður sem lét þessi mál sig virkilega varða. Þú veist, þetta var svona máli sem kom þeim þingmanni fram úr á morgnana og þeim þingmanni var refsað fyrir að vilja ekki olíustöðvar í Norður-Atlantshafi.
Þannig að ég veit það ekki. Ég veit ekki, sko, það eins og, ég manni sagði þetta við Jóhannu Sigurðardóttur þegar ég var tiltölulega nýkomin á þing og að vera að gera eitthvað svona hrossakaup. Ég sagði bara, hvernig þetta þegar maður kemst í valda? Missi maður, þú veist, allt siðferði og út af því sumt má ekki gera neinn hrossakaup með. Maður verður að hafa einhvern prinsip ef maður í stjórnmálum. Og mér finnst bara Vinstri græn vera orðin algjörlega prinsiplaus flokkur, gjörsamlega. Og það eitt sem ég langar að benda á að núna, þú veist, þetta svona veikleikar og brestir og eitthvað svona, að þá verður það þannig í ríkisstjórnarsamstarfinu að það verða rosalega hrossakaup í gangi, þú veist, og líka inn á þingi. Þannig að ég held að fólk ætti að fylgjast með hvað málur að fara núna að klárast límis í þessu þingi. Sem er mjög stutt eftir, það er bara þessi vika því að svo fer þingið í frí út af sveitarstjórnarkosningum. Það er náttúrulega möguleiki að það haldi sér áfram. Furðulegt að þingið fari í frí út fyrir sveitarstjórnarkosningar, þess að sé ekki hægt að labba og tyggja á svona tíma. Og það er neyðarástand. Það er að díla við þetta. Og sko, ríkisendurskoðun á ekki og þeir ekki sko hreinlega hafnaði að taka þetta og krefast þess að vera sett sérstök rannsóknarnefnd út af því ég man eftir því í hruninu og eftir og meðan ég var að þingi þessi 8 ár að ríkisendurskoðun var verulega undirfjármagnuð, hún gat ekki almennilega sinnt sínu hlutverki og núna hafa komið í ljós bara verulegir annmarkar út af því að það er verið að kjósa nýjan formann eða framkvæmdastjóri eða hvað það heitir, þessi titill, manneskja sem á að vera yfir þessari stofnun og þannig að mér er fyrirmunað að skilja að hverju geta að koma á sko sjálfstæðu rannsóknarapparati sem færi bara strax í þetta er ekki rosalega flókið sko, þú veist, og við vitum alveg svarið, þú veist, og þess vegna þarf Bjarni að víkja. Já, og svarið er það að þeir sem fara með mest völd í þessu samfélagi vilja ekki hafa eftirlit, vilja geta bara haft þetta eins og þeir vilja býst yfir. Herðu, ég ætla að slá botnin hérna, ég þakka ekki kærlega fyrir Birgitta Mörður og Davíð Þór og hlustundu fyrir að staldra hérna við erum alltaf að reyna að átta okkur á stöðunni. Þetta er mál sem er í mikilli deiglu, við munum halda áfram að ræða það á morgun með 9 gestum klukkan 8 á 50. sem er á morgun. En ekki allir bara að mæta mótmæli? Já, svo hveti ég fólk til þess að, það eru mótmæli á Austurvelli klukkan 14, það er þetta byrjar dagskráin svona 1:30, Reykjavíkudætur ætla að hitta upp Austurvöll og það verður uppistand og hundur í óskilum kemur og það verður svona margt skrítið og svo verður hörku ræður líka, en það er líka fundur á Ráðhústorginu á Akureyri, þetta er að breiða úr sér mótmælin hérna í Reykjavík, hveit fólk til að mæta þar og fylgja svo með þættinum hérna á morgun á klukkan 8 á Rauðaborðinu, þá munum fá fleira fólk til þess að reyna að ráða í hérna pólitísku stöðu og ekki kannski síst þáttöku almennings í pólitíkinni, hvernig fólk getur haft áhrif á samfélagið. Takk fyrir í kvöld.